Heiðarleiki, jafnrétti og réttlæti eiga að leiða Íslendinga við efnahagsuppbygginguna samkvæmt niðurstöðum þjóðfundar í dag. Heiðarleiki, jafnrétti og réttlæti eru þau gildi sem Íslendingar vilja byggja samfélag sitt á í framtíðinni. Þetta eru meðal þeirra niðurstaðana sem framkoma á þjóðfundinum í Laugardalshöll í dag. Karen Kjartansdóttir. Þótt Íslendingar virðist jafnan sammála þau markmið sem stefnt skal að í framtíðinni, flækist málið oft á tíðum þegar byrjað að fjalla hvaða leiðir eigi að fara til að ná þeim markmiðum. En þær niðurstöður sem fást frá þinginu í dag ætlað að hjálpa til við að varða þá leið í vonum að frekari sátt náist framtíðina. Þáttakendum þingsins var ætlað að gefa þversnið af þjóðinni og var því fólki á öllum aldri hvaðan eða af á landinu kallað til. Væntingar þeirra og hugmyndir á svo að nýta til að fá mynd af raunverulegum vilja þjóðarinnar framtíðina, óháð flokkadráttum og sérhagsmunum. Þó voru fengnir á 300 fulltrúar hagsmunasamtaka til að taka þátt í þinginu, en ætlunin með því að koma upplýsingum þjóðfundarins beint og millileiðalaust áleiðis. Niðurstaðan gjöf til þjóðarinnar og við teljum mjög mikilvægt að þessi gjöf til þjóðarinnar fari til framkvæmda. Að vilji þjóðarinnar verði uppleggi stefnumótunar umræðu stjórnmálaflokka eða atvinnulífsins eða félagshópa í samfélaginu. Óhætt að segja að augu heimsins hafi hvílt á þjóðfundinum í dag, en mikill fjöldi fréttamanna víðs vegar að heiminum var á staðnum og fylgdist gaumgæfilega með því sem framfór í þessu mikla mannsöfnuði sem reyndi að leggja fram ráð sem nýst gæti þjóðinni. Ég held að gæti komið mjög góð útkoma út úr þessu. Ég held það. Og fólk virðist vera sátt og vil taka þátt í þessu sem hérna í dag. Skemmtileg pæling og bara það á eftir að breyta einhverju held ég. Við hvaða verkefni voru helst að takast á? Þetta voru svo mörg verkefni, en það sem þetta liggur kannski helst á fólki, það svona hvernig það vill hafa framtíðina. Eins og myndirnar bera með sér ríkti þar mikill samhugur og gleði. Og allir þeir sem fréttastofa Stöðvar 2 ræddi við í dag voru sammála að þeir teldu og hægt væri að nýta vitnisburðinn sem á fundinum kom fram. Heiðarleiki og virðing eru meðal mikilvægustu gilda þjóðarinnar samkvæmt þjóðfundi sem 1500 manns sóttu í dag. Fundarmenn komu úr öllum hópum þjóðfélagsins og ræddu þá málaflokka sem þeir töldu skipta mestu fyrir samfélagið. 1500 manns komu saman til þjóðfundar í dag til að ræða gildi þjóðarinnar og framtíðarsýn. Aðstendendur fundarins gera ráð fyrir að unnið verði úr niðurstöðum hans allt næsta ár. Þjóðfundafulltrúum var skipt niður á 162 9 manna borð. Fyrir hádegi ræddu fundamenn þau gildi sem þeir töldu mikilvægust fyrir þjóðina og mest áhersla lögð á heiðarleika en einnig á virðingu, réttlæti, kærleika og jafnrétti. Eftir hádegi var svo fjallað 9 málaflokka og hvert borð kom sér saman 9 20 orðasetningar þá málaflokka sem fundurinn taldi mikilvægasta, en það voru menntamál, umhverfismál, atvinnulíf og velferð. Fundinum var varpað út á heimasíðu þjóðfundar og nýjustu fréttir af honum skráðar á Facebook og Twitter. Þar fylgdist fjöldi manna með og brást við. En var eitthvað við fundin sem kom þáttakendum á óvart? Nei, þetta var kom vel á óvart hvað þetta gekk vel. Því að nú erum búin að vera með 2 hópa á mínu borði og þeir hafa báðir verið ótrúlega samvinnuþýðir og jákvætt fólk og það hefur ekki verið neitt af þessari neikvæðu umræðu sem hefur verið í þjóðfélaginu. Já, eiginlega kannski við vorum akkurat að ræða hvað þáttakan hefur aukist eftir því sem að leið á daginn. Það voru allir svolítið meira tilbaka fyrst, Svo núna er fólk aðeins fyrir að finna sig. Gestir á þjóðfundinum voru nær 0,5% þjóðarinnar og að sögn skipulengita tókst nokkurn veginn að ná þverskurði þjóðarinnar. En þegar svona mikill fjöldi kemur saman getur orðið erfitt að finna stæði, löglegt stæði að minnstakosti. Og bílastæðasjóður hefur líklega grætt ágætlega á fundargestum. Þjóðfundurinn hefur vakið mikla athygli erlendis, blaðamenn og myndatökufólk komu hingað gagngert til að fylgjast með honum og auk þess verður sagt frá honum í fréttatímum sjónvarpsstöðva víða heim. Fundinn sátu 1200 einstaklingar sem boðið var samkvæmt slembiúrtaki, en auk þeirra var boðið 300 manns frá ýmsum félögum og stofnunum. Þar á meðal voru nokkrir sveitastjórnarmenn og þingmenn. Þeim ætlað að bera niðurstöðu þjóðfundarins beint út í samfélagið, en lærðu þeir eitthvað nýtt á fundinum og ekki erfitt fyrir þingmenn sem vanir eru þingfundum að halda aftur af sér. Nei, þetta bara búið að vera frábært Ég er að hætta að stunda þingfund og fara að stunda þjóðfundi. Þetta sé mikil skemmtilegra. Meiri samhljóm og meiri samræð, mjög gaman.
Þjóðfundurinn í Laugardalshöll í gær getur hjálpað þjóðina að takast á við reiðina sem blossaði upp í bankahrunið, segir mannfræðiprófessor. Gísli Pálsson, mannfræðingur, telur að þjóðfundurinn í gær geti hjálpað fólki að takast á við reiðina sem blossaði upp í samfélaginu eftir bankahrunið. Þá hins vegar eftir að koma í ljós hvort fundurinn skili einhverju áþreifanlegu við endurreisn efnahagslífsins. Karen Kjartansdóttir. Gísli Pálsson, prófessor í mannfræði, segir að við þótt þjóðfundurinn sem haldinn var í gær einkar merkilegt fyrirbæri. Leið held ég þetta sé í vissum skilningi hóp meðferð sem við erum öll að fara í gegnum. Eitt af þeim gildum sem þarna kemur í gegn er heiðarleiki og það er ljóst að fólk ber ekki traust til alþingis og þessa opinbera vettvangs og einhvern veginn þarf að endurskapa þetta traust. Á fundinum var stefnt að því að safna saman hugmyndum fólks hvernig mætti stuðla endurreisn Íslands. Nokkrar af niðurstöðum hans eru þegar komnar fram en ljóst er að langan tíma tekur að vinna úr öllum þeim gögnum sem þar eruðu til. Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti Alþingis, sagði í dag að sér hafi þótt jákvæðast við fundin að á honum hafi mikill samhugur verið meðal fólks. Það hafi verið ánægilegt eftir allar þeir miklu deilur sem verið hafa í samfélaginu eftir bankahrunið. Í sama streng tók Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins. Þarna hafi farið fram uppbyggileg umræða sem dregið hafi skýrt fram að þrátt fyrir alla þá erfiðleika og deilur sem nú eru, sé fólk almennt sammála þau grunngildi sem það vill byggja á. Gísli segir að þótt fundurinn eigi ekki eftir að nýtast eins og skipuleggjendur hans lögðu upp með, kunni hann að reynast þjóðinni einhvers konar hópmeðferð. Hann sé líklegur til að geta hjálpað fólki að horfast í augu við það sem hér hefur gerst og afleiðingar þess. Að byrja á gildunum sem slíkum er kannski allavega ekki eitt sér gott vopn í baráttunni. Ég held við þurfum öfluga þjóðfélagsbaráttu sem síðan leiðir til þeirra gilda sem við viljum setja á oddinn og hrunið hefur það er orsakað af nýfrjálsum sjónarmiðum sem eru gildi í sjálfu sér og við ýtum þeim ekki til hliðar nema með öflugri pólitískri baráttu.